Góðan dag og velkomin í Gunnhann Bressar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnið mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni, Gunnhann. Jæja, það svolítið síðan að ég hef komið með þátt. Það helgast af því að það búið að vera svolítið svona mikið að gera hjá frúnni. Ég er náttúrulega að byrja að kenna niður í skóla aftur og það nú ýmislegt sem þarf að vinna svona í byrjun vetrar við undirbúning og alls konar. Svo verið að skipta stofu og þetta svona búið að vera svona pínuvesen. Svo takk ég kannski eftir því að ég er hérna ég segi ekki tómri vinnustofu, en ég er búin að pakka nánast allri vinnustofunni niður. Það er af því að strákurinn minn keypti sér íbúð í sumar og það tók ekki nema 3 vikur og þá var hann fluttur. Og hann bjó sér niður í kjallara heima hjá mér og ég hafði áður en krakkarnir urðu það stóra að þau fóru að fara niður í kjallara, þá hafði ég vinnustofuna mína þar. Og líkaði bara vel og það bara var frábært. Náttúrulega svo stutt að fara. Þó að hingað sé ekki nema 7 mínútna labb, en þá það samt þannig að ég kannski nenni ekki að fara bara fyrir klukkutíma vinnu eða eitthvað, þú veist, ef ég á eitthvað svona smá glugga til þess að vinna eitthvað. Og já. En allavega, hann sem sagt fluttur út og ég er búin að vera að gera og græja kjallarann, búin að vera að mála og svona. Og ákvað sem sagt að flytja mig sem sagt þá þangað, vinnustofuna. Ég sat hérna, þegar þessi ákvörðun var tekin, þá sat ég hérna stundum í löfinu og það var bara almáttugur minn, á ég eftir að pakka niður öllu þessu. Gunnlaug, af hverju áttu svona mikið af efni og gagni og útsjónsgagni og bara öllu. En mér að takast þetta. Ég er búin að gera bara svona smátt og smátt og hef líka verið að nota núna síðustu daga í að taka svona einn og einn poka heim og setja þá bara beint inn í skáp af því ég veit sumt af þessu fer inn í fataskáp sem er þarna og þá er ágætt að vera bara búin að fara með það heim og fyrir flutningadaginn og koma því bara fyrir í skápnum að þá svona minnkar dótið sem verður út allt svona fyrstu dagana. En allavega, það er sem sagt á dagskránni að flytja á laugardaginn og ég er búin að fá einhverja hressa til þess að hjálpa mér við það. Ég held að þetta verði nú ekkert svo mikið mál, þetta er ekkert einhver þung húsgögn eða eitthvað svoleiðis. Það er svona bara einhverjar hillur og svoleiðis. Þetta er bara spennandi að koma sér svo fyrir að nýju, á nýjum stað. Ég er með aðeins meira rými núna heldur en ég var með af því að þetta er svefnherbergi og stofa þarna niður í kjallara og ég hafði eiginlega ekki svefnherbergi, ég hafði það sem gestaherbergi og það var rúmið þarna inni og svona, en núna er bara allt tómt þannig að það verður rýmra mig og ég bara hlakka til að koma fyrir þar. En nóg það, ég segi ykkur betur frá þessu seinna þegar ég er búin að flytja og svona nokkurn veginn búin að koma fyrir og svoleiðis. Á örugglega eftir að setja inn á Instagram svona myndir frá flutningunum. Þetta er alveg svolítið mál, en gaman. En allavega, nóg þetta. Hvað hef ég verið að gera í handavinnu undanfarið? Ég hef aðallega verið að gera 2 stór verkefni og ég datt svolítið í það að svona einblína á það þegar útsaumur og útsaumur og hekl og ákvað bara að mér langaði að klára það, verið ekki alltaf að grautast í hinn og þessu. Þannig að ég er búin að sýna ykkur þessa peysu sem ég var að hekla á Berglindi, dóttur mína, og vitið hvað? Hún er tilbúin. Og hún
Hún er bara rosalega fín og Berglind er ánægð með hana. Já, þarna er náttúrulega spotti sem ég á eftir að ganga frá. En það verður ekki þannig að það verður hægt að finna svona spotta hér og þar, þó ég þykist nú vera búin að fara yfir þetta og þá fyrsta sem að ég rek augun í er spotti. Allavega, þetta var sem sagt heklað úr alls konar garni sem að ég á svona handlitað og ekki handlitað. Þeir sem hafa verið að fylgjast með mér í fyrri þáttum að ég hef verið svona að tala mér vantaði garn. Það fer alveg óverulega mikið garn í svona peysu og ég keypti, ég hef nefnilega lent í vandræðum þegar ég var búin að gera allar dúllurnar og þá var spurningin hvernig ég ætti að setja hana saman og ég fann þarna aðferð sem ég man ekki hvað heitir og ákvað að ég sem sagt keypti þá bara dokku til þess að ég keypti 2 dokkur frá Hexex Dyeworks og það voru þessar hérna. Ég ákvað að hekla í kringum allar dúllurnar leið og ég var að setja það saman með þessu hérna og það fór nú það mikið að þetta smotteri er eftir. Þannig ég sá það að það var ekki nóg fyrir hálsmálið og var að spá ykkur dætt að panta meira en það sem ég var með þessa, ég hafði pantað þessa og átti hana, að þá ákvað ég við Berglind í sameiningu að það væri bara fínt að nota það hérna í hálsmálið og ég gerði það bara. Hún á eftir að máta hana núna þegar hún er svona tilbúin og þá er spurning hvort ég hekli neðan á ermar eða hérna bólinn. Við finnum út úr því. Þannig að kannski er ég ekki alveg 100% búin, við sjáum til, en svona nokkurn veginn. Ef hún vil ekki fá heklað, þú veist, ekki lengja ermarnar eða bólinn, að þá er ég tilbúin. Mjög ánægð með það og þetta verður alveg rosalega þægileg peysa. Þetta er svo gott gatt sem er í þessu og hvað þá þetta hérna sem að er, ef ég myndi nú, hvað var í þessu? Þetta er alveg mjög fínt gatt, mjúk og fín merunöll sem ég hef notað í þetta. Þannig að hún getur farið að skarta þessari peysu. Ég ætla að afhenda henni þessa peysu á morgun. Svo hef ég verið í útsaum og það hef ég líka verið búin að sýna ykkur. Það er dúkur sem að Erla, tengdamamma mín, saumaði þegar hún var 14 ára, 68 ár síðan og hún var ekki búin að klára hann og ég tók mér til og kláraði dúkinn. Og það er sem sagt hérna, það átti eftir að gera hérna 3 horn og göt, sjáu þetta, það eru göt hérna. Það var svona helmingurinn af göturum eftir, cirka 20 stykki. Og já, þannig að það eina sem ég á eftir núna, það er að falda dúkinn. Og svo get ég þá látið Erlu hafa hann. Hún getur farið að skarta honum heima hjá sér. Sjáu kannski hérna muninn. Þetta, svona. Sjáu hérna muninn. Hér er, byrju, það gerir þetta svona. Nei, það gerir þetta svona. Þá sjáu þið á dökku. Hér í þessu horni er búið að gera svona gatamunstur. Það er búið að klippa í. Ég byrjaði að sauma með tungurspori hérna í þetta. Það varð alltof groddarlegt, það kom ekki vel út. Þannig ég ákvað bara að gera leggsaum og ekki klippa. Og ég ákvað að það væri bara allt í lagi þó að það væri ekki eins að það hafa 2 manneskjur komið að þessu verkefni. Ég gat gert götin hérna, sómasamlega, eða svona þokkalega. Og var ánægð með það. Já, en þessi er allavega tilbúin. Útsaumurinn er tilbúin. Mér finnst hann æðislegur.
En 14 ára barn hafi gert þetta, ég skil þetta ekki. Eins og ég sagði daginn, það myndi aldrei vera hægt að bjóða 14 ára gamlu barni niður í skóla að sauma svona út. Svo kláraðist þessi 2 verkefni og þá fór ég að segja, býttu við, hvað ég þá að fara að gera núna? Og þá tók ég þennan poka upp þar sem að ég er að gera peysu úr silkigarni sem ég keypti hjá henni í systraböndum. Hún Fanney í systraböndum seldi mér þetta. Hvað voðalega er þetta eitthvað prjónarnir út allt. Ja. Ég ætla að hafa þetta vaffálsmál. Svona. Og þannig að ég er búin núna að prjóna framstykkið og bakstykkið. Ég er að gera hérna hálsmálið. Og þá þegar það er komið, þá þarf ég bara að sjá til hvernig ég ætla að hafa ermarnar. Þetta er sem sagt bara upp úr mér. Ég er ekki að fara eftir neinni uppskrift. Ég bara fór á stað og ég er búin að þetta er í 3. skipti sem ég byrja á peysu á mig úr þessu garni. Ég byrjaði að prjóna og það var ekki nógu gott. Ég fór að hekla og þá fór ég að hekla svona dúllur og svo nefndi ég ekki að halda áfram. Og ég hugsaði líka bara, ég held að ég yrði ekkert ánægð með peysu, vesti eða eitthvað bara úr þessu. En ég rækti það ekki upp, af því þetta er náttúrulega bara allt í dúllu, ég er ekki að hekla þetta ég hekla hverja dúllu fyrir sig, þannig að þetta verður þá allt í einhverjum svona litlum spottum. En svo þegar ég var með þetta, þá skellti ég sig hérna á hendina og ég held þetta verði bara nokkuð góð ermi. Þannig að ég ætla að prófa það. Hvort ég get ekki bara sett hér ermi, svona heklað ermi og prjóna svo hina. Bara með sléttu prjóni. Þannig að það er næsta mál á dagskrá að setja þess saman hérna á öxlunum og sjá svona, máta þetta og sjá hvernig þetta kemur út. Athuga með þetta, hvort þetta sé ekki bara hinn fínasta ermi og taka svo upp lykkjur og prjóna niður ermina hérna. Ég er að fara út eftir rúma viku og það væri nú ekki leiðilegt ef ég gæti klárað þessa fyrir það. Þannig að það kemur í ljós. Ég er svolítið svona, ég prjóna núna svolítið vel á kvöldin og eitthvað. Þannig að ég held að ég ætti nú alveg að geta það nema eitthvað klikki. Svo bíða mín nokkur verkefni sem ég á eftir að klára, eitthvað svona sem að þarf svo sem ekkert mikið, en ég ákvað bara að salta allt þangað til ég væri flutt og taka þá svona rassi í það að klára hluti. Og svo er ég líka að fara af stað með námskeið. Ég er búin að vera með prjónanámskeið, ég er með prjónanámskeið núna og ætla bara að auglýsa frjálsan útsaum og útsaumsnámskeið. Ég ætla bara að auglýsa 2 helgar sem að ég á pantar á Hvammstanga. Þetta heppnaðist svo vel í vor þegar ég fór með hóp þangað. Þannig að mér langar til að endurtaka það og þær sem komu til mín voru bara allar mjög ánægðar, sem var bara æðislegt. Þannig ég sá að ég er eitthvað að gera gott í þessu. Og þannig að það er ýmislegt á döfinni. Og það er svona, þegar ég verð flutt, þá svona get ég svona fara aðeins að róa mig niður og af því þetta er búið að vera heljarinnar ásamt öðrum verkefnum sem ég hef tekið að mér.
Það er ekki bara þessi flutningar og að byrja ekki nýjum skóla, að byrja að vinna aftur. Og það hafa komið svona alls konar önnur verkefni sem ég hef þurft að sinna. Þannig að það er búið að vera svolítið á frúnni. Ég ákvað að koma bara hingað aðeins stutt í þetta skipti, bara rétt að láta sjá mig og segja svona frá því helsta sem ég hef verið að gera. Þannig að í næsta skipti sem að þið sjáu mig hérna í Gunnhan Brasar að þá verði ég á nýjum stað og bara spennandi. Ég hlakka til. En ég segi bara takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.